náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Vilmundur Möller Sigurðsson, velkomin í Þvottahúsið. Takk. Heyrðu, ég skrifa þetta hjá mér, ég ætla að fara með smá texta áður en við förum í gang. Það er sem sagt rafeindavirkjameistari, dínukvíslari og ég ætla sem sagt að kynna þið hérna til leiks, það er sem sagt með því að lesa henni texta sem ég er með hérna, sem kemur frá þér. Fyrir 5 árum var ég farin að hugsa það alvarlega hvort að líf mitt væri að lokum komið. Ég hafði nokkur ár brotið heilanum mörg atriði gegnum heilaþokuna. Hvers vegna mér liði svo illa, af hverju tugir krónískra líkamlegra einkenna var að koma og fara, af hverju hluti þeirra væri alltaf til staðar, af hverju ég svitnaði mikið í svefni, af hverju ég væri að missa hárið, af hverju ég væri alltaf þreyttur, af hverju ég væri með kæfisvefn, af hverju sár mynduðust frá sköflungum, af hverju ég væri með draugaverki sem fluttust til allan líkamann, af hverju ég væri með mikla bólgur í liðum, af hverju ég væri þrútinn allan líkamann og andlitið, af hverju læknar sem ég gekk til hlustuðu ekki á mig, ég var að niðurlotum komin og stöðugt hugsaði ég það hvað biði mín og af hverju læknar virtust ekki geta hjálpað. Sko, Já, þetta hljómar eins mikið og lífshættulegt, þetta er bara geggja vesen. Svo kemur þetta hérna, ég les eina setningu viðbót. Sumarið 2017 uppgötaði ég ástæðuna, það var sem sagt, og haldið ykkur fast, útgufun frá þrýsti jöfnunar rúmdínunni minni og koddanum sem ég hefði notað í 11 ár. Búm. Já. Þetta er svakalegt. Já, þetta var gæsahúð eða rollur í mínu tilfelli þegar ég uppgötaði þetta. Já. Hvernig uppgötaði þetta fyrir ekki? Já, sko, ég var búin að vera með alls konar furðulega einkenni í þessi, má segja, 11 ár sem ég var búin að vera með þessa þrýstijöfnadínu. Hvaða dínu varstu með áður og í hvernig var líkamlegt ástand þitt áður en að þessi nýja dína kemur hérna inn á heimilið? Sko, ég reynilega bara man ekkert nákvæmlega hvað ég var með. Ég var með einhvers konar gormadínu. Ok. Eflaust var einhver kaldsvampur efst í henni. Já. Sem er með miklu minni útgufun líklegast heldur en þessi þrýstijöfnasvampur. Þrýstijöfnasvampurinn er með alltaf 60 mismunandi efni. Þannig að kaldsvampur getur verið með kannski, ég veit ekki, 4 eða 10. Já. Þannig að þetta snýst svo mikið hversu mikið er að losna. Þetta er þekkt fyrirbæri. Í vísindaheiminum er þessi rokgjörn lífræn efnasambönd, volatile organic compounds eða VAFOC og það er verið að mæla TVAFOC, total volatile organic compounds, total VAFOC mælingar eins og bara í umferðarmælingum eða umferðarmengunarmælingum og alls konar mengunarmælingum innandýra. Þannig að það er þekkt fyrirbæri að þessi útgufnarefni er að losna úr föstu efni eða úr einhvers konar eins og svampi. Og geraðu það bara endalaust? Já, það verðist vera. Og ég veit ekki hvort það dofnar eitthvað. En faraðu í gegnum hlíðarlag og lag og þetta bara skríður svona á milli? Fara gegnum allt af því að þetta eru gasagnasviði, þessi efni, sem eru minnstu agnirnar sem að þeir að losna úr efnum eða minnstu mengunaragnir. Sko. Þetta fer ekki bara inn í öndunarveg, þetta fer þetta bara inn í gegnum húðina eina, basically. Já, það er talað um það að þetta fari inn í gegnum húðina og öndunarveg og þetta fer þá í gegnum öndunarvegin þannig að þetta fer onni í lungun og svo bara beint áfram inn í blóðrásuna. Þetta eru svo litla ragnir. Og þar fer þetta herma eftir eða blokkera og svona blekkja hormónastafsemina og hefur veikjandi áhrif á taugakerfi og ónæmiskerfið og í mínu tilfelli var ég komin með svona eins og ég er að ímynda mér einhver 2-fold, 3-fold svona COVID-einkenni eins og fólk er að fá sem eftirkost af COVID fólk sem næri ekki að jafna sig ég var einhvers stað þar sko eða verra sko. Undir lokin? Já, sko, þegar ég uppgötaði allt saman, sko, já, eftir að hafa verið 11 ára á dínu, sko. En segð mér, þú fer og kaupir þessa dínu, hvaða ár er þetta? Það er 2006, já, og jú. Þarna,
hvernig dýn það sem þú kaupið og ég veit ekki, skiptir það kannski einhverju máli hvar hún keypt, eitthvað að fara í það? Ég get sagt ykkur að mér hefur verið hótað af þeim sem að seldi með dýnuna að hann myndi fara í máli mig. Já. Ég lenti í umræði við hann eftir svona þegar ár var liðið af þessar umræði sem ég hóf. Já. Og þannig að mér hefur verið ráðlagt af ýmsum aðilum að nefna ekki nafni á þessari dýnu. Ok, en er þessi verslun, er hún ennþá starfrækt í dag? Já, hún er ennþá. Eina af þessum verslunum sem að selja dýnur í Reykjavík? Sem búin að vera lengi hérna, 20-30 ár. Já. Og hvernig dýn er þetta svo kaupið? Þetta er bara svona heilsu, memory, foam, auglust sem heilsudýna. Og annar kom nú heldur betur ljós. Og það sem ég að segja þetta er náttúrulega ekki sko vísindalega staðfest. Vísindi virðast bara ekkert hafa rannsakað svampefni í sveppvöru í 70 ár sem er nú mjög skrítið. Það sé hvorki komna rannsóknir sem að staðfesta heilsusamlega áhrif. En fer þetta ekki gegnum eitthvað ferli, þessi framleiðsla á dýnum og sveppvörum almennt? Skilur frá því að framleitt þangað til það er komið í búðina? Það bara virðist ekki vera, nei. En eru þá, ég er bara svona smá útudur sko, eru þá ekki endursölu aðilar eða byrgjar hana í góðri trú í raun og veru, skilur? Jú, þeir voru allavega í góðri trú fyrir 5 ára síðan, eða 5,5 ára síðan þegar ég hef máls á þessu. Í dag ættu þeir að vita betur að það séu svona komnar mjög svona sterka vísbendingar að ýmislegt af þessum svampvörum séu hættulegar, en á þeim tíma væntanlega voru þeir í góðri trú. Og auðvitað bregðast þeir ekkert vel við að það komi þarna einhver maður og fara að tala það að varan sem þeir eru að selja sé hættulega. En staðreyndin er svo að ég gæti, þið munir nú eftir í að dekkakurl sem var notað á gervigrasvelli innan þeirra var bannað af núverandi heilbrigðisráðherra, hann í raun og veru keyrði áfram þá umræðu og tók þetta held ég fyrir á þingi. Og það var talið hættulegt fyrir börnin og alla sem náttúrulega voru hann innan þeirra. Og það var alltaf verið að spæna þetta. Já, ég var kom heim með fullt raskat af þessu og upp í nefinu og munninum út allt. Sko. Þetta er fótboltaæfingar. Sko. Já, út úr þessu gufa líka þessi efni sem ég var að tala sem eru á þessu gasagnasvið og fara inn í kerfið. Sko. Og þannig að það er staðfest að þau eru hættuleg í íþróttastarfi barna og allra. En ég gæti samt farið núna bara í hauginn þar sem að þetta stendur núna, einhver tonna af þessu liggja kannski einhvers staðar. Ég fer bara að móka þessu bara í póka og fer bara að selja þetta sem heilsudýnur. Og það er enginn að fara að stoppa mig. Það er bara engin reglugerð til sveppvöru á Íslandi eða sennilega bara í heiminum. Mest notaða vara sem hefur mest áhrif á okkar líðan er sveppvara og það bara ekki til neitt ekki í Evrópusambandinu eða neitt slíkt. Ekkert. Það er til einhver listi viðurkennd hættuleg efni sem ég man ekki hvort að það er einhverju 20 eða 100. Á meðan eru til einhverju 1000 efna sem þannig ef að eitt efni er bannað þá fara menn bara í að nota næsta. Og svo þurfa þær heldur ekki að gefa upp hvað er í dýrunum eða kottunum. Því sko, ef við má lesa hennar smá texta viðbót, sko, svampefni í sveppvöru eru í grunninn hráolja, þetta er texti sem ég held ég taki bara úr þínu texta. Já. Altså, svampefni í sveppvöru eru í grunninn hráolja sem breyttir í polyúrethan plastefni og áfram þróað í plast sem er mýkt með VAFO-C efnum. VAFO-C stendur þá fyrir volatile organic compounds. Til þess að verða svampur, svo bætt við tugum annara VAFO-C efna fyrir altså memory foam svamp sem er ekstra mjúkur og þrýstijafnandi svampur sem í mörgum tilfellum eru notaðir í efsta lag rúmdýna og kotta. Þetta mjúka plast inniheldur mesta magn af VAFO-C, það eru lífræn rokgjörn efna sambönd. Það hámarkar styrk og leið mýkt en vegna þess að þetta er í grunninn olía sem fuðrar upp í eldhafi ítkveikju. Það er sem sagt að blanda í vöruna skaðlegum eldvarnareitrum efnum. Þá kemur það ofan í.
Vegna þess að þau eru sett saman tugir VFC efna veldur það stöður útgöfum skaðlegra efna úr þessum dýnum og kottum sem við dveljum í náinni snertingu við oftast nakin í langan tíma hverju sinni. Þetta hljómar rosalega. Þetta bara klikkað. Þetta hljómar sturla, sko. Þetta hljómar gjörsamlega geðveikt. Því að svo er verið að banna eitthvað sko plastefni í einhverjum svona leikföngum og einhverjum svona dulleri, sko. En á sama tíma þá er löglegt fyrir mig að kaupa dýnu fyrir barnið mitt sem sefur kannski bara 12 klukkutíma á dag í þessu hérna sem ég er að lesa upp. Þannig að ég spyr hérna, sko, ég meina, þetta er ekki bara ofbeldi og lygi, er þetta ekki bara ábyrgðarleysi á höldum á hálfu yfirvalda að bara leyfa þetta, altså dýnu sem er sko, eins og þú segir kölluð sko heilsudýna en er rauninni heilsuspillandi dýna, ég meina, hvað er að gerast? Ég meina, hvað er heilsudýna? Ég meina, hvaðan kom það hugtak? Ég meina, hverjum datta í hug vantarlega til þess að reyna að selja, en ég held að sé ekkert á bak við það sem að sýni að þetta sé heilsusamlegri dýna, nema kannski meiri þrýsti jöfnun sem að hefur verið talið þá betra fyrir líkamann, á móti kemur svo bólguaukandi efni sem að verðast þá vera að koma úr dýnunni, þannig að heilsan batnar ekki. Það sem að er að gerast með hérna, hvað varst aftur að spyrja með hann í restina? Ég var reyna að spyrja bara hvort þetta væri ekki ábyrgðarleysi af sko, hálfu sko, bara stjórnvalda, bara að þetta sé yfir höfuð löglegt. Jú, og það sem ég ætla að segja að þú ert með sama barnið að taka af því plastleikfangið, Umhverfisstofnun Íslands, Umhverfisstofnun Danmerkur bannaði 12 tegundar plastleikfangum mjúkum fyrir 2018. Það var fréttum þar. Man ekki hvort það kom eitthvað hér, eitthvað lítið. Umhverfisstofnun Íslands er búin að núna gefa það út formlega að mjúkt plast í leikfangum sé hættulegt. Þú tekur síðan leikfangið af barninu, setur sama barnið á ennþá stærri plastklump. Þetta er sömu efni, basically. Þetta er mjög svipuð efni, sko. Það er erfitt að segja nákvæmlega hvaða áhrif þau hafa, en þau hafa skaðleg áhrif. Ég meina, mjúkt plast í leikfangum, sko, það er verið að nota ákveðin efni til þess að mýkja, ákveðin efni til þess að styrkja, binda og allt þetta. Og það eru þessi hættulega efni. Þess svona virðist svona þrýstijöfna dýna verða hættulegri og hættulegri eftir því sem að verður mýkri í yfirborðinu og meira þrýstijöfnandi. Eftir því sem að verður meiri heilsudýna? Já, í raun og veru. Þá er verið að nota meira af efnum og við veitum ekki nákvæmlega hvað efni. En þannig að þú tekur þetta sama barn tekur það í plastleikfangið og setur það svo miklu stærri plastklump og lætur það verða þar miklu lengri tíma. Og ég er að heyra á börnum sem er að svitna mjög mikið og sviti virðist hafa ennþá verið áhrif og sviti virðist koma út frá því að þú sefur á plastinu, sko. Af því að líkaminn er að taka inn eiturefnin og viðbrögð líkamans í svefni er að reyna að svitna þeim út og losa sig við þau. Það er svona að byrja svona svakalegt ferli, ég er búin að tala við svo mikið fólki, sko, ég er búin að tala við mörg þúsund manns sem hafa veikst. Ég er búin að vera hérna bara í björgunarstarfi í 5 ár og bæði fyrst með hópin og svo neyttist ég til þess að fara að flytja bara einn vöru til þess að bjóða fólki svo það gæti ná heilsu aftur og það er að takast, það er alveg stórkostlegur árangur sem er að koma út úr því og er að sanna mál mitt og að hjálpa fólki. Ég var hérna í byrjun að reyna að koma þessu, ég held ég gæti náttúrulega bara labbað inn hérna til landlæknis og sagt bara, heyrðu, það er hérna stór hættuleg vara í gangi, fólk er að veikjast, ég veit hundruður, jafnvel þúsundir, það eru 10.000 manns í hópnum sem er stofnað um þetta mál, það er alltaf að fjölga og ég held að ég gæti bara labbað inn og sagt við landlækni og Þóról er enda fyrst að hérna verið stór hættulegt dæmi í gangi, bara hóp veikindi og það er bara að gera eitthvað í því, sko, bara bregðast við strax. Hvaða viðbrögð fékkstu? Ég fekk mjög léleg viðbrögð, ég fekk bara svona afsökun þar sem hann sagði, bæði hann og landlæknir seinna hafa sagt að þau geti ekkert gert þar sem þetta sé ekki vísindalega sannað, að þetta séu veikindi frá efnavöru eða efnum og þar alveg getur ekkert gert. Nei. Ég var að benda á að það væri veikt fólk. Ég er að segja það, hefur það ekkert vægi eða? Nei, það virðist ekki hafa neitt vægi.
ég segi bara, það fullt af veiku fólki hérna. Það hópur sem stofnaði, það eru sögur að inni, hundruður af sögum, þar sem fólk að lýsa því hvernig það hefur verið veikt og hvernig það nær aftur betri heilsu með því að fara úr svampefnunum yfir í heilnæmari efni. Og ég náði nú að kreista mig á 3 fundi með landlækni og 2 með umhverfisstofnun, 1 með fulltrúa umhverfisráðherra og 1 með heilbrigðisráðherra að lokum. Og það bara stutt og laggott ekkert að gerast hjá þeim sem eru heilbrigðisráðherra og landlækni. Umhverfisstofnun hins vegar að vinna svolítið í þessum efnum núna, að koma með svona einhverjar rannsóknir og einhverjar yfirlýsingar að mjúkt plast sé hættulegt, en þeir hafa ekki farið í það að segja að svefnvaran sé hættulegt sko. Þannig að þeir eru samt að viðurkenna þetta, að mjúka plast hættulegt. Þannig eru komnar opinberar viðurkenningar á því og að bara á einhver eftir að segja að það sé líka í dýnunni sko. Þannig að Já, ég skil bara ekki alveg hvað vandamálið af hverju ekki bara hægt að setja bara einhver lög og breyta þessu og sömu innflutningsaðilar, sömu fyrirtæki sem að flytja inn svokallar heilsudýnur geta þá ekki bara fara að flytja inn raunverulegar heilsudýnur, því að það ekki eins og þess að dýnur sé eitthvað ódýrar sko. Hvað eru raunverulegar heilsudýnur? Það til? Nei, raun og veru ekki sko, við teljum okkar sveppur sem við verðum að fara að útvega fólki Já, hvað var í boði fyrir þig þegar þú svo hendir loksins þessari dýnu? Hvað var í boði? Þá var bara eiginlega ekkert í boði sko, því að það eiginlega sveppvara inniheldur, alla dýnur eiginlega innihalda svampa að einhverju leyti og þetta getur líka verið í latex getur verið efnaefni, latex í raun og veru trjákvoða sem að svo blandað oft í svona þessum útgufunarefnum til þess að auðvelda framleiðsluna, verði ódýrari og svo framvegis eitthvað. Það til í einhverju tilfellum alveg hreint latex, þá var það dýrara. Þannig að flest allt, við getum sagt 95% af öllu sem í boði á Íslandi eða var í boði, var eitthvað með svampefnum í. Og þess vegna fór ég bara rafeindavirkinn sem var með tæknifyrirtæki. Ég þurfti bara að finna svona heilnæma vöru, við kallum þetta bara heilnæma svefnvöru, ekki heilsu, bara eitthvað hollt, eins og hollur matur. Hvar fannstu hana? Fundum hann í Englandi og hófum svona, bara prófum að taka inn nokkuð stykki til að sjá hvað gerðist, hvort það yrði áhugi í hópnum fyrir þessu. Það dýnur og allt svo sængur og kottar? Já, við byrjum á dýnum, fyrst og fremst var ég að hugsa dýnur sko, því það var svona skafaldurinn og það urðu svona svakalega mikil viðbrögð, fólk bara stóði röð fyrir utan hjá okkur þegar við opnum fyrst. En segjum þessi dýna sem við erum að tala þú flytur hún inn frá Breitlandi, hvað samastendur hún af? Sko, ég var að reyna að finna eitthvað sem að væri stutt frá og inni í svona sjá að ull væri máli líka. Því ull í fötum fatnaði æðisleg og þarna var hægt að finna í Englandi svona ullasveppur sem innihélt ull, hamp, gorma, lífrænan bómull og það var svona, það er það sem þetta inniheldur, að það sé ekki neinn svona útgufunar plastefni í vörunni sko. Það var bara svona markmiðið. Hver er endingatíminn á svona dýnu? Á þessum dýnum er svona 12 til 15 ár. Gæti kannski farið eitthvað meira ég er svo spenntur sko en áhrif, en þú með annað heilsufarsvandamál sem tengist kannski stóðkerfinu það kannski ávinningur að þessum heilsudýnum sem við verðum að selja sem eru samt eitraðar, jafnvel, mögulega kannski ávinningur fyrir stóðkerfið versus kannski hinardýnar, þetta sambærilegt? Það er stórt lýðheilsumál stóðkerfið og svefngæði og annað sem að kannski Því mann eftir, ég keypti ekkert einhverju svona kókosdínu sem við sváum á í Kaupmannahöfn í nokkur ár og það sem að ég man eftir, hún varð bara alltaf svona þéttari þar til hún var orðin bara alveg grjóthörð sko. Gott að slæmt? Nei, það var mjög slæmt sko og það gerist á löngu tíma, maður tekur ekki eftir þessu sko. Ég þekki þetta skil, ég er með samfarnar rygg og svona annað sko. Þetta var heilnæm dýna sko. En hún þjappaðist öll með tímanum sko. Þetta er ekki alveg einfalt að útskýra þetta sko. En við getum sagt svona ef þú ert með bólgur í líkamannum þá þarftu svona þrýstjöfna dýnu
en á sama tíma hún að leysa svolítið þetta mál með þrýstjöfnun þá er hún að auka bólgur þannig að hún er að viðhalda bólgum hún bjó til bólguna fyrst þú veist orðin eitthvað slæmur kannski þurftur bara að fara út að hreyfa þig eða eitthvað bara hvað sem en þú keyptir náttúrulega þessa æðislegu dínu sem átti líka að hjálpa þér og hún með svona þrýstjöfnun en hún fer jafnvel að auka bólgurnar og þar að leiðandi þarftu á þrýstjöfnuna dínu að halda til þess að geta bara fungerað í lífinu sko. Finnst þér ekki við vera orðin svona svolítið fjarlæg svona náttúrulegum svona lausnum við erum hætta umgangast svona náttúruna einhvern veginn að virðingu og finnst bara einhvern veginn sjálfsagt að við hefum að geta legið á einhverjum svona gerfiefnum bara eitthvað að svitna í það bara eins og ekkert sé er það ekki hálfgett meðvitað við ekki bara svo ullagerfi skilur á gólfinu og ég bara sko ég er búin að tala ég myndi gera það ég er búin að tala við svo mikið af fólki í gegnum allt sem ég er búin að upplefa í þessu síðustu 5 árin ég er búin að tala við fólk sem hefur sofið í munkaklaustri nunnuklaustri borði í bátum sem eru bara með svona einhvers konar spýtu dínu til að létta það sko og alls konar aðstæður sem fólk hefur sofið í og það verðist vera málið að ef þú sleppur við þessu útgöfunarefni sem eru að auka bólgurnar líkamannum þá ertu oftast í lagi sko. Og þá vaknar oftast bara ferskur það er svona lykillinn og svo kemur ofan á þetta öllin sem með þessa hitajöfnun þannig að hún að auka gæðin í svefninu sko. Og það sem verið og það eiginlega liggur óþolandi að heyra svefnfræðinga tala að við eigum að sofa nógu mikið þetta eins og við myndum heyra næringafræðing segja þér þú átt að borða nógu mikið punktur ég meina, er það góður næringafræðingur? Nei, ekki nefnilega við vitum að það þarf að tala hvernig mat við að borða hollan, ekki fara mikið á skyndibita það mikið einblínt á svefntíma sko. En svo ekkert talað þetta með á hverju við sofum og hvað við breiðum yfir okkur Nei, sko, það er bara sturla, það er alveg ótrúlegt að ég er búin að vera að fylgjast með nokkurum svefnfræðingum í Íslandi og einum enskum sem að gerði fræga bók í Bandaríkjunum og ég las alla þessa bók Minntist hann eitthvað á þetta? Nei, mér finnst alveg frábært hvað hann talaði hvítaljósið og áfengið og kaffið og ég bara opnaði augum minn gífurlega mikið fyrir svefninum hann nefndi ekki einu sinni svefnvöru og nafn Hefurðu prófað að skrifa bréf? Nei, en sá sem að framleiða aðalegandi og framkvæmdastjóri okkar fyrirtækis í Englandi hann skrifa hann bréf hann fekk ekki svar hann samt alveg svona vel kannski stærra nafn heldur en ég í þessu sko en ég á allan að framleiða svefnvöru sko. En sko áður við förum í svona viðbrögð þessara sölu aðila á þessum svokölluðu heilsutínum á Íslandi svona hvernig þeir hafa brugðist við og þessari þinnu umfjöllun getur við spóla aðeins tilbaka þegar þú ert komin með dínuna heim til þessar svokölluðu heilsutínu og hvað það sem gerist og svona kannski tímaramminn Hvað ertu stattur þegar þú leggst á dínunni? Nú sefur á hann í 11 ár, þannig að við spólum okkur tilbaka, bara hvað fer í gang og hvernig þróast þetta og hvernig áttar þið svo á því að það svo þetta, en ekki eitthvað annað í umhverfinu. Varstu vissum að sé þetta? Já. En ekki eitthvað annað í umhverfinu. En þú skilur hvað við, farið aðeins með okkur yfirferðlið og svo förum við í pólitíkina. Já, sko ég alveg rosalega mikið til í það að einhver segja að það hefur rangt fyrir mér. Og þetta hafi verið bara timbrið eða bara eitthvað allt annað og ég alveg til í að taka bara þá umræðu bara ræða það og ef einhver getur sagt mér að með óeigandi hætti eða góðum rökum að ég hafi rangt fyrir mér þá ég til að hafa rangt fyrir mér en að því þetta snýst ekkert að ég hafi rétt fyrir mér þetta snýst að fólk sé ekki óafvitandi að sofa á heilsuspillandi svefnvörum sko, eða með. En það sem gerist var að ég ákvað ég er nú 54 ára gamall í dag og
og ég ákvað þarna þá fyrir 16,5 ára síðan að ég ætlaði nú að fara að taka heilsunni í gegn. Nú ætlaði ég að fara, gamall körubolta gaur og og úr Grindavík og ætlaði nú að fara svona, koma mér aftur í betra fórum og eitthvað og hluti af því að var að kaupa mér heilsudínu og þetta kostaði það mikinn pening að við vorum svona, við keyptum ódýrari bíl í staðinn. Þetta var alveg, þetta tók í budduna sko og og þarna átti nú heldur betur að mæta svo old boys körfuboltaæfingar og svoleiðis. Þannig að við mætum hana heim og fyrir tilvílunni þá var ekki rétt stærra dýnum til, þannig að við fengum stærri og rosa flott og rafmagn og alveg síðan. Og það nú fólk sem að vil meina að rafmagn sé nú ekki neitt alveg nógu gott heldur í svefn. Í svefn sko. Og það, ég fengi það aldrei samþykkt á mínu heimili sko. Nei, mitt, en ef að fólki á þínu heimili vissi nú eins og ég hvernig svampurinn þá myndi hann kannski fara að bæla meira í því líka. En það allan að við komum heim með dýnuna og þetta var náttúrulega bara geggjuð dýna, þetta var bara svaka þrýstjöfnun og maður svaf alveg óbúðslega vel og fannst maður allavega, ég gæti ekki séðan eitt væri að. Fyrstum sinn sko, svo allt í hennu vakna ég einn morgunin með einhverjar rauðar bólur á hnjánum. Okay. Ég skil ekkert hvað það ég bara eins og maður sé bara andsetin eða eitthvað bara hvað gerist og svo fer eitthvað meira að gerast, ég fer að fá sárasköflunga, ég fer að verða svona líða einhverju ár, ég ekki átt að með á þessu, maður man þetta nú ekki svo vel allarlega þanga, ég man eftir þessum rauðu bólum og svo maður svona einhvern veginn að það álag, það börn, það allt á fullífinunni og svoleiðis, þannig að allt blandast saman í eitt heildar álag eins og fólk að lendi í og maður orðin óbærslega þreyttur og svona svolítið áfram komin og reyndar eitt sem gerist ár eftir að kaupa dýruna þá nei það gerist nú nokkrum mánuðum eftir að kaupa dýruna þá hreinlega bara bólna ég allur upp í vinstra hnénu út á körfuboltanum sko. Og ég hafði aldrei fundið neitt fyrir því og hnjánum og ég eitthvað að rembast við að spila þetta áfram og láta tappa hnénu og reyna að minnka bólgur og svo ári eftir ég búin að kaupa þessa dýnu þá fer ég í svona aðgerð þar sem hreinsað, það bara komnar einhverja brjóskskemmdir einhver mulningur inn í og þetta allt hreinsað út og ég verði eitthvað betri en ég aldrei að jafna mig þannig að það líða mörg ár og ég alltaf að farast með einhverja bólgur og smelli og læsast og alls konar og verki. Ég get ekkert almennilega tekið þátt í gönguferðum með fjölskyldu og vinum og svoleiðis og eitt skipti þurfti að sækja mig upp á fjall til að því ég bara náði ekki að klára það, eitthvað svona fertugur. Þannig að og í allt í lagi formi sko. En það voru einhverju svona verkir og þreyta og alls konar sem var að hrjá mann og maður var að vakna svo var maður fann að verða svolítið svona í augunum svona skritinn og bólgin í framan nefið á mig var bara orðið sko aflaga þá var maður að fara aðeins út af hlið ég búin að vera að skoða gamla myndir og þá sko fór það meira bólgi í þáttunum sem að ég svaf hægri hliðin sko og bólgur aftan í og þá fór hann að vaksa hnúður niður úr gómnum á mér sem núna eiginlega farin eftir að ég hætti á þessu ég hef komið með svona fór að safnast á mig svona húðhnúðar komið fullt af þeim framan á upp í háls það var allt tekið fyrir svona 3-4 mánu síðan og þá sagði húðsjúkdómalæknir við mig svo kemur þú bara aftur þegar það var komið fleiri sko það var alltaf vanið því það var ekkert komið fleiri sko því að ég ekki á svampinum þannig að þetta allt svona merkjum að eitthvað var að ég meina þessi hnúðar og þetta sem óks niður úr gómnum og það fór að vaksa út úr bringubeinu á mér hnúður líka í mér ennþá ég tengi það við þetta líka það gæti hafa vaksið inn í mænugöngin á mér hnúður líka það gerist fyrir föður minn á svampdínu einni það gæti verið út af þessu ég get ekkert fullir það en ég ímyndi mér að sjálfur það ekki alveg svona augljóst ég hef ekki heyrt nein önnur tilfelli nema þá föður minn og mig þannig að
það getur ýmislegt mjög alvarlegt verið að gera, síðan fer maður að svitna meira og ég með fullt á sögum af því að fólk að svitna gífulega mikið, það líkaminn í yfir álagi að hreinsa út og þú vaknar eins og sett þunnur alla mótna bara, eða þunn og þannig að ertur hann verið í verra standi en þegar fórst að sofa og nú hef ég talað við slatta fólki sem með svona heilsúr og það að sjá bara bætingar á djúpsvefni, REM-svefni, hreyfingum að fara úr svampunum yfir í heilnæmuefnin, yfir í þá okkar öll og það allt saman. Þannig að við leitum svo gera könnun á þessu fyrir nokkrum árum, hjúkrunarfræðingur sem gerði það hana og það ekki svona formleg rannsókn eða neitt þannig. Var það gert á hópnum sem safnaðist fyrir inn á Facebook síðunni þá? Nei, það var raun og verið gert á fólkinu sem keypti á okkur vörur. Það voru eitthvað 110 manns spurðir og það voru 40 sem svöruðu minni mig og það var svona alveg afgerandi bæting á heilsunni að fólk bara fór og 100% ánægja. Og því þessi hópur búin að vera hinum einn í flestum tilfellum. Þau eru að koma til ykkar sem annað úrræði. Já, eiginlega bara sem sjúklingar eða sem fólk sem að fær ekki hjálp í heilbrigðiskerfinu. Fólk sem búið að ganga á milli lækna með krónísk vandamál, eins og ég. Ég fór til 20 lækna út af mínum vandamálum og ég að tala við fólk sem að fara kannski, ég veit ekki hvað, 10, 20, 30 sinnum á ári til lækna. Og þetta við erum að tala 1000 Íslendinga sem eru að fara mörgum sinnum á ári til lækna og fá engin sko úrræði, læknarnir eru bara einhvern veginn ekki með puttan á púlsunum í þessu máli og það virðist vera ákveðin svona einhver lækna þvermóðska eða Því nú mikið búið að vera að fjalla myglu og annað sko, það einhvern veginn svona almennt mjög viðurkennt. Já, en mygla var náttúrulega á þessum stað fyrir kannski 20 árum síðan að þá var hlegið henni sko, þannig að nú hún komin og nú hún svolítið búin að skipa sem mjög fastan sess, þannig að nú ég að segja, nú ég að halda því fram og mér finnst ég sjá svona vísbendingar, sterka vísbendingar það. Fólk sem að veikjast eða það sem að ónæmiskerfið og kerfi líkamans að veikjast vegna svampefna í dýnum og kollum og nú við að tala kannski 90% af fólki í Íslandi sem að nota þetta að þá verður fólk kannski næmara fyrir bara öðru álagi eins og bara brenna upp eða bara margt sem að gerast í nútíma þjóðfélaginu sem að setja kulnun og svo leiðis og ég að halda þið fram að þarna sé fólk kannski í veikara standi til þess að þegar að verða rakaskemmdir það kom upp svona miklu tilfelli þá kannski hópurinn orðið stærri sem að svona finna illa fyrir því þannig að vandamálin eru kannski ekki eins stór í sko þegar koma rakaskemmdir þó þurfum við auðvitað að gera við rakaskemmdir og allt það, þetta eru auðvitað tilfelli en ég vil meina svona að nú séu bara komið meira fólki sem finnur verð fyrir miklunni og veikist verð af því að líkamskerfi ekki lægi. Ég að segja því við erum alltaf bara að tala sama kerfi sem tekur á móti þessu áreiti. Já, þetta bara allt áreiti og eins og þessi góði læknir heitni Hallgrímur sem var á heilsustofnun Hveragerðis, hann lýsti þessu mjög vel sko, hvernig allt hefur áhrif á kerfið sko. Og nota benni, hann var nú læknir og var að gera ótrúlega hluti á sínum tíma skilst mér, ég þekki það ekki mjög vel þannig að það alveg til lækna sem að taka undir þetta með eiturefnin en það alveg stór furðulegt hvað ekkert að gerast hjá landlæknisembættinu þar sem að og ég vil taka eitt í viðbót að fyrir 70 árum síðan þegar svampefnin voru nú nýkomin í dýnur eða dýnur allan að þá kom upp mikill faraldur á Akureyri þar sem að mér minnir að 700 manns af 7000 akureyringum veiktust á svipaðan hátt og fólkið að veikjast af myglu og dýnunum í dag og landlæknir fór hérna fremstur í flokki ásamt læknum að reyna að finna út
hvað var að gerast. Okay. Þetta var staðbundi faraldur sem var hérna, og þetta er alveg þekkt, það er að lesa þetta bara. Þetta var staðbundi faraldur sem var mest á þessu Eyjafjarðarsvæði og svona eitthvað á Norðurlandinu, Norðaustur, Norðvesturlandi, en kom aldrei til Reykjavíkur, sem mjög skrítið. Og þá getur maður alveg ímynda sér, kannski voru þetta einhver efni, maður veit það ekki, ég svona ímynda mér það, gæti hafa verið einhver vara sem var tekið nóti, kannski voru einhverja dýnur sem að koma með skipi eða eitthvað sko. Eitthvað slæmt bats. Eitthvað slæmt bats, já. Þannig að, og svo fannst aldrei útskýring á því hvað var í gangi þarna. Nei. En í dag, þegar upp kemur mjög svipuveiki, við vorum að tala 1000 veikra, þá landlæknir aftastur í röðinni og segjast ekki geta gert af því að enginn sé búin að sanna að fólki hefði veikst af eiturefnum. Meðan það náttúrulega hlutverk landlæknis að fara á stað og útvega rannsóknir eða skoða málið. Það margar leiðir til að skoða þetta mál. Það að fara bara í sjúkraskrár og fleira. En eru eitthvað svona sterk hagsmunaöfl hérna í gangi hérna á Íslandi sem að á einhvern hátt eru í aðstöðu þess að koma í veg fyrir þessa þróun? Ég bara veit það ekki sko. Því nú las ég einnig sko, þú hefur verið tekin í viðtöl bæði hjá RÚV og Stöð 2. Já. Og var ekki líka Kastljósþáttur? Nei, sko, ég var tekin í viðtal á RÚV og ég vil svona einbeita mig meira því að tala RÚV því að það er svona fjórða valdið. Já. Og á ekki að hafa nein hagsmunatengsl við neitt. Nei. Allavega ekki við söluaðila. En það virðist vera að ég var tekin í viðtal þar sem átti að koma í kvöldfréttum það kvöldið og síðan fekk ég bara að heyra það rétt fyrir kvöldfréttir að það verið fellt niður. Og svo bara látið vita? Já, bara látið vita, það verið fellt niður eftir að þeir töluðu við söluaðila Svefnburinnar. Og hvað með það? Ég skil ekki alveg, hvað átti? Ég meina þetta var bara saga um mín veikindi. Já, ég er að segja það. Og saga um veikindi fleira fólks. Ég meina, hvað hefðu þeir átt að geta sagt sem að kemi í veg fyrir að þessi saga þinn er í byrt? Því auðvitað rengja þeir söguna, sko. Ég meina, kannski hótuðu þeir því að draga allar ölsingar út úr miðlunum, út úr RÚV. Var þá einhver ákveðin söluaðili þá nefndur í þessu samhengi? Já, þá var haft samband við þennan söluaðila sem að seldi mér dýnuna. Og þá allan að ég veit svo ekkert hvað gerðist þeirra í millum eða neitt, en allan að þetta er það sem gerist að þessi fréttir dregin tilbaka. Eftir þetta reyni ég að hafa samband að því ég sé náttúrulega, ég er í raun og veru orðin mjög svona svona desperat eða ég er farin að sjá svo mikið af veiku fólki. Ég er að tala við svo mikið af veiku fólki alla daga. Skilaboðum, símtölum, þá vorum við ekki búin að stofna þennan innflutning á Svefnburinni sko. Og þannig að ég er að reyna að koma þessu áfram til fjölmiðla og fer nokkur skipti eða hef nokkur skipti samband við fólkið á RÚV og fer þarna einu sinni til þeirra. Og tala við Kveik og Kastljós og fréttastjóra og fréttastofu og bara alla sem að með dettur í hug þarna. Og ég er orðin svona eins og eitthvað svona bad news innan dyra hjá RÚV sko. Þannig að ég heyri það annars staðar frá seinna að ég sé orðin bara einhver vandræða gemsi þarna innan dyra hjá þeim sko. Fyrir eitthvað pirrandi bara? Pirrandi gaur sko sem er að garga hérna eitthvað úlfur sko. En hefur reynda, eða hafið þið reynd, þó þessi hópur, hafið þið reynda að setja ykkur í sambandirunni bara við þessa söluaðila og bara reyna að leita lausna, biðla bara því ég skil ekki alveg hversu flókið er þetta. Ég meina, þetta segir sér sjálft. Plast, þegar þú leggst á dínu eða breiðir yfir því sæng og leggst á kotta, þá ertu náttúrulega saminast efninu sem þú liggur á. Já. Og þú ert aðskiljaði algjörlega frá náttúrulegu efni, þú ert komin í plastefni, þannig að það segir sér sjálft og ég er búin að lesa það sem þú hefur látið mig fá og mér setja meika fullkomin sens. Af hverju er bara ekki hægt að leyfa þess að njóta vafans og hægt að bara flytja inn drasl og fara bara að selja heilsusamlegt drasl, því þetta kostar allt hvort þið er ógeðslega mikið pening,
skiptir ekki máli hvort þú að selja einhverja drápsdínu á 1.000.000 eða bara einhverja geggjaða hampdínu á 1.000.000, ég meina hversu flókið þetta? Jú, sko, þú hefur kannski 900% framlegð úr drápsdínunni, það hefur þá 10% eða meira út úr heilnæmidínu, sko. Það kostar miklu meira að framleiða heilnæma sveppur. Þannig að þetta snýst peninga. Já, ég myndi, og menn auðvitað eru sko stóru söluaðilar á Íslandi eru náttúrulega með svona peningamaskun í gangi og það er allt rúlandi og svo kemur einhverju fyrir að skemma fyrir þeim og þeir vilja það náttúrulega ekki og náttúrulega ekki án sannana, sko, kannski bara eðlilega. En það búið að snúa sko sönnunarbyrðinni á hvolf. Sko ég er sjúklingurinn og við í hópnum, við erum sko 10.000 manns. Íslendingar í þessum hóp, sjúklingar eða fólk sem tengir við þetta. Hvað heitir þessi hópur? Getur ekki komið því framlega? Jú, hann heitir Er rúmið mitt að drepa mig? Spurningamerki. Og við erum bara fólk sem höfum veikst og við erum búin að uppgöta út af hverju við veiktumst. En það vill enginn hlusta á okkur í heilbrigðiskerfinu eða þeir sem að bera ábyrgð í heilbrigðiskerfinu, landlæknir, aðalega, heilbrigðisráðherra, vilja ekki taka af skarið og fara í rannsóknir. Þetta er mjög einfalt. Þetta er eiginlega svo ótrúlega einfalt að bjarga mörgum eða bæta heilsu margra. Það er með þessari upplýsingu eða ef að landlæknir myndir nú bara geta komið því áleiðis til lækna að fara nú að skoða og spyrja fólk á hvaða vöru sefur einhver sem er krónísk vandamál. Prófaðu fyrst að taka út dýnuna eða prófaðu að plasta það er að plasta dýnunar. Þá hindrar þessu útgufun. Það bara tekur svona tilraun í 2-3-4 vikur. Ef það verður betri, þá er greinilega einhver útgufun sem er að trufla þig. Að þú svona skermar af þessu útgufun. Þetta er pæling. Það er mjög einfalt fyrir lækna að segja þetta bara við sjúklinga án þess að sé búið að sanna eitthvað í þessu máli. Bara prófa þetta, prófa hitt. Menna, var gott fyrir það að horfa bara alla á Dr. Martin ensku læknaþættina. Það sem hann var úrræða góður læknir og kom með alls konar óhefbundnar svona útskýringar eða leiðir en allt innan vísindana. Og þetta er í raun og veru bara hrein og klár vísindi. Við erum að tala bara efnamengun sem er viðurkennt að getur haft áhrif á líkamann. Af hverju getur hún ekki haft áhrif í dýnunni, í rúminu, á svefnstaðnum? Og í raun og veru hefur hún bara miklu meiri áhrif á svefnstaðnum. Við erum í algjörlega varnarlausu ástandi á heilagasta staðnum í líf okkar sem svefnbergið, þar sem við erum að ná hvíld og það er bara einhverju svona hryðjuverkamenn sem eru bara að skjóta okkur alveg stanslaust á nóttinni. Heill her og það verður að gera árás á okkur og við vitum ekki að það er verið að gera árás á okkur og við vitum heldur ekki hverjir er að gera árás á okkur. Þannig að við erum þetta bara undir einhver svona efnaárás á hverju nóttu og yfirvöld eru ekki að bregðast við veiku fólki. Ég er að horfa fram að það að þú ert mjög líklega sko dýrasti gestur þvottahússins á þeim tæpum 100 þáttum sem við tekið viðtöluð. Ég hugsa ég fara að kaupa með nýja dýnu sko. Í alvörunni. En sko það er fyrir ekki, ég grýp fram í fyrir ykkur. Já. Endurskilgreindu dýrt. Já, ég mitt. Endurskilgreindu það. Ef þú losnar við fullt af kvillum, þarf ekki að fara til sjúkraþjálfara, taka einhver fæðubótarefni, vítamín, bólgueyðandi, þá borgar þetta sig vinnutap, vesen og þetta líður illa, þá borgar þetta sig upp sko, kannski bara margfald sko. Já, en það sem ég er kannski svolítið forvitin að vita, því ég spurði konuna mína einmitt í þessu samhengi hvernig dýnu við vorum með og hún sagði, því hún var búin að kynna sér þetta eitthvað að einhverju leyti og mjög svona fanatísk á allt svona en ekki nógu fanatísk greinilega, því hún sagði að við værum svona 50-50. Það væri svona 50% af dýnun okkar væru einmitt þessi efni sem ræður sko. Þannig að, og ég
þetta vekur mig kannski til umhugsunar svona að skoða sjálfan sig svona hvernig maður og þegar maður vaknar og annað en ég hef ekki verið að glíma við neina kvilla sem slíka en gæti það gerst að kerfið í mér myndi einn daginn bara hrynja eða gerist þetta hægt jafnt og sígandi fullkomlega heilbrigður einstaklingur nú ég nokkuð heilbrigður getur það bara, hefur heyrt þannig sögur að einn daginn þá vaknar bara fullkomlega heilbrigt fólk bara upp við mjög vondan draum og skaðinni skýður sko það eru, má segja allar útgáfur af þessi útgáfu til líka að þú getur allt í hennu bara einn daginn segjum, sko, og þá getur það gerst jafnvel í sambandi við rakaskemmdir allt í hennu komin eitthvað rakaskemmd þú skiptur vinnustað og það eru eitthvað rakaskemmdir á nýja vinnustæðanum og þú varst orðin veiku fyrir á þess að fatta það af dýrni og þá allt í hennu hrynur allt eða eins og í mínu tilfelli þá þetta byggjast upp svona smátt og smátt og svo man ég sko ég var alltaf með svona svampkota líka sko svona, þá eru að tala um svona heilsukota já sem eru svona formaðir svona heilsukota þeir eru svona formaðir svona einhvern veginn sérstakann hátt já, óbúslega góða stöfningur alltaf en hvað með sængur og kota? Bara almennt með dúnfyri eða með þessu gerfi efni eða hvað, hvernig það? Sko, efnasambönd og annað fyrir heilbrigðan einstakling þá náttúrulega þessi mjúk svampkoti slæmur þá líklegast það síðan þegar komin í fólki sem að veikjast eða komið efna óþól og það hópurinn á Íslandi orðin bara freka stór og það eru til samtök sem heita samtöksum.is fólk sem með efna óþól það til samtök það komið þannig að hópurinn orðin það stór og sá hópur sem orðin komið og ég vil nú meina að flestir af þeim sem í þessum dínu í hópnum sem ég stofnaði rúmið að drepa mig mjög margir þar eða kannski flestir með efnaóþol, það bara ekki allir sem að gera sig fyrir því og það á mismunandi stigi en þegar þú komið með efnaóþol á alvarlegu stigi þá fyrir að pæliði líka var dúnnin í kottanum þvegin upp úr hreinsefnum og var það ekki skólan á vel úr það getur haft áhrif litarefni í sænguvörinu og kottaverinu sem að gufa út einhverjum efnum það getur haft áhrif höfugaflinn á rúminu hann svona úr einhvers konar efni og bólstraðar innan með eða klæddur innan með svampi það getur verið lakið í parkettinu það getur verið málingin eða kýttið í kverkunum eða já, þá fer maður að fanga glugginn og ég meina þetta hrikalegt ástand sko rúmgaflinn getur verið með þessum svampefnum inni einhvers konar áklæði utan á og þá verður svo svampurinn fuður ekki upp í eldsvoða í eldi þá þarf að úða yfir þetta með eldtefandi efnum sem líka mjög slæm sem til dæmis bórit acid mjög góð eldvörn oft nota til að drepa skordýr þetta líka sett í fóðrið í dýnunni til að varna gegnum vegglúsum bráða áhrif af bóritsýru geta verið blöðrur á húð krampar og jafnvel meðvitundarleysi langtíma áhrif af bóritsýru hafa verið tengd við vandamál í taugakerfi röskun í þroska og svo getur innöndun á efninu valdið skemmdum í efri öndunarvegi þannig að annað efni sem mikið notað í plast textilíðina og dýnugjörði kann ekki að bera fram það frásóast illa frá líkamanum svona efni, svona lýsingar eru í efnalýsingar greininu sem að ákveðin hjúkrunarfræðingur skrifaði og reynda birtist inn á vísi.is Fylgir þessi innihans lýsing dýnunum þegar þú kaupir þar? Nei En er það ekki kvöð? Nei Það ekki? Það bara algjörlega vilt af vestri framleiðendur þurfa ekki að gefa innihaldslýsingu á efnunum af samkeppnissjónarmiðum en þeir verða að gefa upp ef það eitthvað efni sem á efnalista Evrópusambandsins eða þá gefa það upp að það sé í vörunni eða þá að taka úr svo að sé ekki í vörunni þannig að við neytendur við bara venjulega fólkið erum gjörsamlega út á túni í því að reyna að kaupa okkur söfur við bara vitum ekki neitt En hvað gerur þú fyrir hótel og svona erlendis?
þá tek ég með mér svona plast húsgagnarplast og plastatínur reyni jafnvel eins og vorum í Englandi núna fyrir stuttu og þá bara sem betur fyrir lentum við á gömlum hótelum sem að voru með eldgamla dínur með einhverjum mullarefnum sko og þá var ég góður sko En hvað gerist svo fara ykkur og hvað verður til þess að þú ákveður að skipta dínu? Já, svo það málið sko það við förum á tímabili til Danmerkur og við seljum allt og og losum okkur flest og tökum eitthvað smáðis með og þar á með þetta geðveika rúm sem við höfum keypt sem að takkið það með ykkur til Danmörk sko. Já, af því að það var svo flott og þetta svona það var eitthvað svaka þrýstiöfninu og þetta, ég var ekkert búin að uppgöta það verið að gera eitthvað óskundan sko. Þannig að við tökum það með okkur líka þangað og þannig að ég uppgöta ekki neitt og við tökum svo aftur með tilbaka þegar við flyttum heim einhverju mánuði setna og við erum komin í Hafnarfjörðinn og þá ég fann að finna svona heilsuleysi og fann að leita að myglu og veit ekkert myglu eða rakaskemmdir eða neitt sko og bara eitthvað að reyna að afla með einhverju upplýsinga og við erum í leiguhúsnæði og við förum í annað leiguhúsnæði og svo kaupum við húsnæði og í Reykjavíkinni og ég alltaf jafn slæmur og þá fyrir að pæli svona hvað hefur ekki breyst í öllu ferlunni, ég alltaf jafn slæmur eða verða verri og svo með þess að kaupi mér einhvern ákveðin heilsukvota þegar rétt árinni uppgöta þetta allt saman og þá verði nefnilega verri þá greinlega einhver verri efni í þeim kvota heldur en þeim sem var á undan sko. Og þannig að þá ég orðin mjög slæmur, þá fyrir að hugsa og það svona í byrjun sumars 2017 og ég fyrir að hugsa hvað það sem búið að fylgja mér allan tíman sko. Og eina sem fylgt mér allan tíman rúmið og þá fyrir að hugsa ok, ég googla problem with this með þessa tegund sko og og lendi þetta inn á amerískum spjallhópum svona það sem fólk eitthvað að tala svefnvöru og eitthvað í þessum dúr og þá fólk bara með svona lýsingar á því að einhverju ættingar hafa veikst eða það sjálft hefur veikst og það verið að lýsa sömu einkennum og þú hefur verið að upplega? Já, og ég bara svona bara guð minn eini maður, þetta ástæðan í alvörunni bara og byrjaði að skipta út kottanum og bara nokkur nóttum verði miklu betri og þá förum við svona að líðan einhverja vikur þá til við getum í raun og veru keypt okkur dínu og þá kaupum við einhverja dínu sem við höldum að sé alveg í lagi og hún svona mestmegnis í lagi og þá verði ég bara miklu betri og ég var svona, má segja allur í klessu meðan að kona mér var meira svona með svona öndunarfæra vandamál og svoleiðis. Bara ungt fólk? Já, tiltölulega þannig, ég meina 49 ára þá sko. Og þannig að, og ég meina við og sérstaklega kona mín mikið í hreyfingu og ég svona reyna með kannski að vera passlegur og reykjum ekki og drekkum allar sko, þannig að það var ekki það sem var vandamálið og þannig að ég svona þegar að þetta gerist ég svona sé að dínan að virka þessi nýja að þá fæ ég náttúrulega bara svona einhvers konar gæsahúðar hroll bara guð minn einasti það hérna bara eitthvað rosalegt í gangi þetta eitthvað vandamál sem að enginn veit af og svefnvaran að hafa þessi skaðlegu áhrif á mann og þá stofnaði ég haustið 2017 fyrir sléttum 5 árum má segja þá stofnaði þennan hóp rúmið mitt að drepa mig og hét reyndar fyrst rúmið mitt að drepa mig svo kom einhver með það að ég mætti ekki vera fullir þannig að ég kom með spurninguna og þannig að og þá bara þetta var á laugardagskvöldi og sunnudegi komnir 3-4 manns í hópinn. Hvernig spurðist þetta svona fljótt út? Ég sendi þetta bara út á mína vini sko á Facebook og það græna bara fór eins og eldur í sinnu bara innan ákveðins svona hóps og þá voru komið 3-4 manns í hópinn
aðalega voru farnir að ringja í þann sem seldi með dýnuna og það endaði með því að fulltrúi eða einn af eigundum þeirra ringdi mig Svo sá sem seldi þér dýnu á sínum tíma Já, ringdi mig daginn eftir ég stofnaði hópinn okay. og það var á sunnudegi og svo var ég búið að fund með þeim á mánudegi Vá, flott að gerast og þau bauðu mér að koma með þeim í utalagsferð til að skoða verksmiðjuna okay. það voru svona þeirra viðbrögð áhugavert sko ég sagði nei og en baðum að rannsaka fyrir mig á þeirra kostnað hvort það væri mygla í dýnunni af því að sko þegar það var bara svona fannst ég sjá það að væri mygla í dýnunni ég var búin að skera í hana og hún var alveg svona svört bara efst sko, eftir sentimetrin var svartur virtist vera myglu og það fór í rannsókn til Náttúrufræðistofnunar á Akureyri og það kom í ljós að það var mygla og man ekki hvað tegund af mygla það var en heilsuspillandi mygla sem kemur það bara út frá raka og svita Já, þegar þú ferð að svitna svo gífurlega svitna, rakin fyrir onni leitar ekki upp þú hitar þetta upp í 35-6 gráður hverju nóttu, 8 tíma og þú gefur frá þér næringarefni líka og það eru marga sögur og það er meðal mín þar sem að maður að svitna svona dökkum, brún, gulum svita og rúmföt að eyðileggjast hvað þetta annað því að, þú veist, og kottar og þannig eyðilegði ég 4 kotta sko. Bara það voru alveg svona gegnum sósað af einhvers konar viðbjöði sko. Og þannig að það myndast mygla þá líklega á einhverjum árum líklega þá fer að molna úr yfirborði svampsins í dýnunni og þá kemur svona plastduft sem kemst í gegnum áklæðið og fólk að lýsa því að það að þurrka svona hvítt duft af gluggasillum og gólfum í svefnbergjum. Ég sé þetta því ég ryksuði dýnuna mínu sko. Það ekki? Jú. Og hvað er þetta? Þetta er örplast sem að þú andar ofan í lungun, sest ofan í lungun eins og sígarettutjara og seitlar úr því þessi vaffósi efni stöðut. Að þú komið með svona bara stanslösa inntöku. Þetta er svona ángrín sko, ég ryksuði dýnun í gær sko. Er það svarta dunk? Nei, þetta er sko, ég er með svona ryksuði með svona glærum dunk þannig ég sé bara ryki fara hún í sko og ég var með alveg hreinan tóman dunk og ég ryksuði dýnuna og þá verður allt bara svona hvítt inn það er bara svona hvítt duft bara sjúklega mikið að því sko þannig að eftir sem þetta segja mér að þetta séu plastagnir það getur eiginlega alltaf verið neitt annað ég meina ég get ekki ímyndað með hvað það getur verið það er ekki búið að efnagreina þetta næsta en ég er að ímynda mér að þetta séu svona miða við sögurnar að þetta séu plastagnir fólk er að lýsa því þegar það fer úr plastdínunum yfir í ullardínur að þá svona bara breytist bara loftið í íbúðinni eða húsinu og herbygginu þú ferður svona einhvers konar þungu lofti yfir í bara svona miklu léttara Hvernig þólar ágang eins og þvaga börnum til dæmis eða saur eða þú skilur þessar ullardínur? Já, það fer í þar og getur setið fast en það er ekkert mála að djúprensa það sko. Já, það þólar alveg djúprensun og allt. Já. Þetta er eins og ullapeysu, ég meina þú átt ullapeysu, þú sverð ekki ullapeysu sko, þú hengir hana bara út, þú viðrar þetta drasl bara. Já, lemur úr þessu eitthvað. Já. Og þú getur bankadínurnar, þú getur bankasængurnar og kottana og ullin er þannig með þannig þræð að hún losar óhreinindi mjög auðveldlega úr sér og hún er hitajafnandi þræðin er mjókka í hita og verða feitar í kulda þannig að þetta er bara svo lopapeysan og það er alveg að virka stórkostlega fyrir fólk sérstaklega kannski fyrir konur sem eru breytingaskeiði þá er þetta þessi hitaköst sem að þær geta fengið þá bara opna sængin á útgöfun sko á hita þannig að þú hættir að finna fyrir svita þegar þú ferð í ullina í náttúrulegu efnin bæða svitin minnkar og ef hann er einhver þá bara tekur ullinan og hann bara hverfur einhvern veginn, þú ert aldrei rakur þú ert að fara eins og ég segi bara með sjálfa mig, þú ert að fara frá helviti til himna í svefngæðum og við erum eins og ég var að segja ykkur, það er búið að mæla þetta svona óformlega
í snjallúrunum hvernig svefngæðin breytast fólk náttúrulega að lýsa þessu og þessi könnun sem að við gerðum eða létum gera svona óformlega hún segir þetta alveg svart á hvítu að bara hvað gerðist og hérna eru nokkra sögur eða nokkra sögur fólks hvað gerist þegar að þau fóru úr svampefnunum yfir í náttúrulega efnin að svitin, hér segir einn svitin horfin og velíðan að liggja á þessari dásendadínu öll einkenni lagast og krafturinn kominn aftur þurrkur og pyrringur farið sef allan nóttina og engin pyrringur í líkamann með að sviði andliti núna vakna ég ekki með þurr augu og stípla nef líka almennt orkumeri öll einkenni eru betri röddin komin tilbaka minna slím og hósti auðveldar að anda kem betur úr skoðun hjá lungnasérfræðingi einkenni sem eru horfin höfuðverkur, liðverkir svimi, ógleði tíð þvaglát, þreyta mæði, hósti og annar öll einkenni horfin hættur að taka verkjaleg þetta bara klikkað við erum að lýsa því að ef allir Íslendingar færu bara á náttúrulegar svefnpurur þá myndu svona 1/3 lækna missa vinnuna sko eða þjónusta myndi batna eða kannski bara bæði ekki gott fyrir lyfið hennar nei, þannig að þetta í raun og veru ekki gott fyrir hverju þetta ekki gott fyrir lyfið hennar fyrir kannski lækna sem að vilja halda vinnunni en flestir vilja nú sennilega vinna minna þannig að fyrir lækna ætti þetta nú að vera gott en fyrir lyfjaðina en ekki gott fyrir framleiðendur svo bara ekki gott það verður þá bara að sníða stakka eftir vexti og allt það sko ríja fleiri rollur já, það er allt það er allt tilbúið í það að það er hægt að útveða mér ull þannig að það er ekki vandamál en það þarf ekki endilega að vera ull það má vera bara eitthvað sem er ekki með útgufu en hvernig sérðu fyrir þér svona í lokin svona heilnæmt heimili við erum búin að fara í gegnum dínurnar en svona byggingar aðferðir kannski já, bara það sem við erum að koma með inn á heimilið og af hverju kannski fatnaður og leikföng og já, einmitt, og ég hérna með spurningu af hverju heldur að maðurinn leiti svona mikið svona í auknu máli í þetta tengslarofi náttúru og það þannig? Myndur þú segja að við séum í auknu tengslarofi við náttúru? Og hvernig sér þetta fyrir þér? Já, málið bara það og ég gerði það líka sjálfur við treystum á landlæknisembættið, við treystum á eftirlitsaðila við hlýðum við því við hlýðum reyndar ekki við því sko ekki ég, en ok það átti líka að vera svona smá brandari en ég er að meina það við treystum í blindni á þá sem að eiga að hafa vit fyrir okkur og þeir eru bara ekki að standa sig landlæknisembættið ekki að standa sig landlæknir ekki að standa sig og núna eru við fólkið fann að vita meira þetta mál bara almenningur eins og þú sagðir áðan þetta er bara common sense að sofa olíuefnum líklega ekki gott á meðan við erum að segja þetta þá koma læknar að segja eða landlæknisembættið og segir ertu með sannanir fyrir því að þetta sé vont þangað til ætlum við ekkert að skoða þetta og þetta hljóma svo absúrt ætti sönnunarbyrðin ekki að vera á hinbóin? Jú, sönnunarbyrðin þá að vera þannig að koma fram sterka vísbendingar einhver vara sé skaðleg þá á náttúrulega bara framleiðandinn að fara í það að rannsaka málið og eftirlitsaðilar að fara í það að skoða málið líka og þanga til eða meðan þá er vara bara tekin að markaði það er bara ekki tilfellið og það væri gaman ef einhver myndi loksins spyrja landlækni að því af hverju hann sé ekki að rannsaka þetta mál og af hverju vísindarsamfélagið hefur ekkert að rannsaka svampefni svefnvöru eða svefnvöru bara yfir höfuð í 70 ár þannig að það er fáránlegt það er bara sannlega fáránlegt og það er svo fáránlegt hvað bæði svefnfræðingar og fleiri fræðingar eru bara alls ekki til að skoða þetta ég er búin að tala við mjög marga og það er bara svolítið svona talk to the hand alltaf
Á hverju? Það þekkingarleysi? Þetta bara vesen maður. Þið nenni ekki að taka slaginn? Já, þetta sennilega bara heilnæmur svefnráðgjafi, á hverju vill hann ekki vinna heilindum og sannleika? Það mitt málið, þú veist, hvað af hverju fólk ekki, og sko, kannski bara málið, allir bara mjög hræddir við að taka slaginn, allir byggja sitt lífsviðurværi á því sem þeir að gera, þeir að fá sína innkomu á því sem að að gerast núna og þeim langar ekkert að fara að rugga bátnum, sko. Ég kem svona svolítið utanfrá, ég ekki í heilbrigðisgeiranum og þannig að ég hef ekkert lífsviðurværi þar. Þannig ég get kannski verið, og ég sá þetta í svo sterku ljósi, ég gat ekki þagað yfir, sko. Og mér var svona bent á að ég nú að rannsaka þetta og benda okkur að ritrýndagreinar og svoleiðis. Það bara svona rosalega góð afsökun fyrir það að gera ekki neitt. En eru það ekki til, þessar ritrýndagreinar og rannsóknir, bara út í heimi? Ég hef allavega ekki rekist á neina ritrýndagrein eða heyrt af. Það er ótrúlegt. Sem hvorki sannar eða afsannar það sem ég að segja, sko. Nei, en efnin sem við erum búin að vera að telja þetta upp, það hlýtur að vera til einhverja rannsóknir skaðsemi þessar efna. Ég meina, hversu flókið það? Já, sko, það náttúrulega eins og ég var að lesa upp hérna áðan, það til rannsóknir einstök efni. Já, einmitt það sem þið að segja. Já, en svo segja söluaðilar að það sé svo lítið af þeim í vörunni að samkvæmt, ég veit ekki hverjum, þá eigi það ekki að hafa skaðlega áhrif. Gæti það ekki verið? Já, þau hafa nei. Já, það sé svo miklu snefilmagni að við finnum ekki fyrir því. Jú, það gæti verið, sko, en svo gæti líka verið að við séum hreinlega uppgötað núna að það ekki rétt. Þau hafa áhrif. Líka talað kokteláhrif, þeir eru með mörg efni saman, þá geta haft meira áhrif. Þannig að það sem að gerast núna einmitt að við þessi hópur sem stofnaði, allt þetta fólk sem búið að veikjast og búið að ná heilsu, búið að uppgöta það að þessi efni að hafa áhrif þó það séu snefilmagni. Og það náttúrulega graf alvarlegt og ég segi með landlæknarsambandið sem þau vita af þessu og fleiri eftirlitsaðilar og ég segi það svona jaðra við landráð að vera ekki að gera neitt, að sitja og horfa á veikt fólk, verða bara veikara og gera ekkert sem eftirlitsaðilar, þeirra ábyrgðin. Ég hérna búin að vera sem einstaklingur, sjúklingur, búin að ná mjög góðri heilsu með því að fara úr þessum efnum í eitthvað heilnæmara, miklu heilnæmara, með fleiri aðferðum. Ég búin að fara í ákveðin svona próf núna loksins og ég búin að fara í ákveðina blóðpröfu sem að sýnir mjög breiðvirka, sem að sýna einhverja 30-40 mælingar. Boðið upp á þetta á Íslandi? Nei, það bara virðast ekki vera. Ég þurfti að fara í gegnum greenfit.is til þess að fá svona breiðverka mælingu. Ef þú fyrir til læknis, þá sennilega færðu mjög fáar mælingar. Nú ég að tala eitthvað sem ég veit ekki mjög mikið Nei, skil. En þar að leiðandi hef ég heyrt af því og lesið það, að það mælist yfirleitt ekki neitt í blóðinu þegar fólki fer í venjulega blóðpröfu. Af því að það ekki verið að mæla fyrir öllu því sem það að mæla fyrir. Þannig að þetta mjög fagleg vandamál. Hvaða fólk að gera varðandi húsnæði, það náttúrulega, ég segi að dýnan svona 70% af þeim skaðvöldum sem maður getur haft á heimilinu, sko. Hún gríðarlega stór í flatamáli. Stór um sig. Og maður liggur alveg klestur ofan í henni, með sængina yfir, þú ert eins og í svona eiturefna hylki. Já. Þannig að hún hefur langmest áhrif á þig. Já. Svo þegar þú fer að veikjast af henni, þá fer að finna fyrir öllu hinu, sko. Hvað það slíkt? Svona sem dæmi? Getur verið límefni, getur verið gólfhiti sem með einhvers konar plastefnum. Það ekkert sannað í því, sko. Mygla getur, sko, eins og einn myglusérfræðingur sagði við mig, það alltaf mygla á öllum heimilum. Já. Það bara mygla í niðurfallinu hefði, sko. Það getur verið einhvers konar rakaskemmdir í milliveggjum baku sturtu sem að fólk pældi aldrei í en allt í einu farið að finna núna, sko. Það eru límefni sem eru notuð, það eru gólfteppi sem að getur verið með eldtefendi efnum, varnarefnum skaðlegum í líka. Mottur. Gluggatöld, púðar.
sófar, ég get ekki setið þessum í sófum sko, það er svampur í þeim og svo er áklæði og þá þarf að setja eldtefandi efni áklæði og það er það sem ég finn fyrir sko. Ég hef verið í bíl þar sem ég lá sofandi bara í 4 tíma að degi til og kona kerði nýr bíl af því að ég var að finna einhver útgufun og svampefnum úr sætunum sko. Eða eldtefandi, ég veit það ekki, það var tauaklæði. Þannig að það er svo margt sem að getur verið að hafa áhrif á okkur. Við erum bara stödd í miðri efnasúpunni. Stærsti efnaklumpurinn er dýnan. Við verðum bara, hvað maður að gera til þess að auka líkurnar á því að ná betri heilsu, að ná betri lífsgæðum, lifa lengur. Það er bara að vera í heilnæmri svefnvöru. Síðan, eins og ég sýndi ykkur áðan, það er til lofthreinsitæki sem hægt er að nota innandyra á Íslandi. Hugsið ykkur að þurfa að nota lofthreinsitæki á Íslandi innan þeirra er náttúrulega bara fáránlegt en fólk þarf að gera það. Ég er búin að fara á marga staði og skoða og sjá fólk sem að er að ná betri lífsgæðum með því líka. Það er fólki sem er orðið mjög veikt. Þetta er náttúrulega tengt í líka bara við erum bara farin að búa í miklu þéttari húsnæði líka. Það er alltaf einhvern veginn orðið alveg kýtt þétt sko. Það er rétt við þér. Og ég bý sjálfur í gömlu húsnæði síðan 1950. Það er oft búið að leggja inn í veggjum og alls konar vesen búið að vera hérna í 70 ár. Mér finnst það æðislegt. Það er engin mygla. Það hefur verið fúi. Við erum búin að taka eitthvað í burtu. Ég hef ekki þurft að rífa niður heilu veggina og fara einhverja brjálaða framkvæmdir. Sko. En þú notar svona lofthreinsitæki þar? Já. Og svo bý ég líka á mengunar miklum stað, nálægt skemmtiferðaskipunum, það er önnur saga. Þannig að það er önnur mengun. En við erum að tala um umferðarmengun, skemmtiferðaskipamengun, alls konar loftmengun, en það er eins og sé tabú hjá heilbrigðiskerfinu að tala um mengun í svefnvöru, loftmengun. Og þetta er bara loftmengun. En tjöld, vindínur? Þess aftar? Ertu að tala um loftmengun? Uppblásna dínur og tjöld og... Tjöld eru fílunlega verið stöðra og aðalega uppblásnandínur geta verið svolítið með svona loðnum efnum ofan á, það getur gefið eitthvað smá frá sér en það er samt ekkert miða við svampinn sko. Nei, það er náttúrulega einmitt. Ég hef oft sofið á svona sérstaklega þegar ég var að reyna að finna með dínu hérna þegar ég var sem vestur að þá svaf ég nokkuð skipti á svona loftdínum og það var allt í lagi sko, því að það er ekki, þó er þessi plast það var þetta svona stíft plast. Það er miklu þéttara efni sko. Miklu þéttara, það gefur ekki svona mikið frá sér. Það er alltaf lagi sko. Og þá svitnar maður líka miklu minna sko. Já. Þú ert með enga öndun, það er alltaf verið að tala um öndun. Engin öndun í loftínum, en þú svitnar miklu minna. Hver er útskýringin á því? Líkaminn er ekki ódröf. Hann er ekki að taka þessi efni. Og svitin er aðalega út af því að þú ert að taka þessi efni. Og þú veist, fólk er að svitna, það er að vakna 4 sinnum á nóttinni, pissa og drekka. Það er bara, kerfið er á milljón sko. Það er að koma þessu út. Og svo þegar er málið bara, þú ert að taka eins og mikið af efnunum og líka með vill koma þessu út úr blóðrásinni og þá fer hann að koma þessu í bólgur. Þannig er að koma þeim í svona einhvers konar slím og bólgur og bjúg sem að safnast upp í líkamannum. Þannig að þessuna fer að safnast upp svona í liðum og ég var eins og spýtukall sko, ég gæti alltaf beitt nýjan einu viti og hérna og... En svo hristir maður þetta bara af sér. Já. Fer maður bara niður og hellir sér upp á 2,5 espresso og hristir þetta drast bara af sér, eða ekki? Jú, fer svona spá í á ég að kaupa mér bíl eða dínu, eitthvað með bíl. Á ég farið utanlandsferð eða hvað með dínu. Hvað með fyrir utanlandsferðina. Maður er ekki alveg... Eða sánutunnu. Og ég var þarna líka sko. Ég meina, maður er ekki að hugsa að dýrasti hluturinn sem þú ættir að eiga í raun og veru væri dínan. Það er að segja ef þú þyrftir að kaupa þannig dínu sko. En þannig að þetta er svo... og það er búið og svo þú veist að tala um af hverju er þetta að gerast og ég segi bara markaðsöflin, peningaöflin hljóta svona, ég ætla ekki að segja meðvitað en svona ómeðvitað, það eru til sjóðir, það er engin andlit að baka þetta og eina sem að drífur sjóðina og margt fleira sem að eiga fullt af stórfyrirtækjum er náttúrulega peningar
þannig að það engin bein andlit á baku þetta, það engar beinar afleiðingar af því sem að þessi fyrirtæki að gera. Nei, þú sér bara merki. Þú sér bara merkin. Þannig að áfram heldur bara þetta olíuskip og ég að reyna að íta því hérna afleiði sko, en það gengur illa. Þú ert mögulega búin að skemma allavega gott partí fyrir mér. ég fara að skoða eitthvað þessu mál persónulega. Já, eru þið eini endursöluðan á Íslandi sem býður upp á heilnæma svefnvöru? Það nú það sem búið að gerast í kjölfara því sem þessari umræðu sem ég búin að skapa og ég veit ekki til þess að neitt annar en ég hafi og ég ekkert að reyna að fara að groppa mig eitthvað að því en ég bara svona eiginlega meira að hérna benda á þá viðurkenningu á því sem ég að segja á þess að neitt hafi beinleginn sagt það við mig sko. En þá hafa söluaðilar brugðist við og farið í heilnæmari svefnvöru þannig að það hafa komið fram dýnur með ull í og meira af heilnæmum efnum hjá nokkur söluaðilum og svo hérna var eitt sem að opnaði mjög svipað verslun og við erum með og hérna Natural Mat og þannig að og Ístex fór að framlega kotta og sengur úr ull eftir að við En það ekki það sem þú vilt sjá? Það nákvæmlega það sem ég vil sjá. Já. Sko mitt markmið ekki að græða pening. Við erum í raun og veru bara með svona sjálfbæra aðstoð við fólk. Þannig að við þurfum auðvitað að hafa tekjur til þess að geta það náttúrulega aðstofa fólk áfram og helst að vaksa. Þannig að þetta svona okkar starfsemi við erum hreinlega með woolroom.is að aðstofa fólk, gefa fólki tækifæri á því að hafa val til þess að kaupa sér heilnæmari svefnvöru og það að það sé að koma fleiri eins og naturalmat.is Svefn og heilsa að koma með einhverju ölladínu Betra bak yfirtók hestansumboðið frá Þórði í kjölfarið öllu sem ég er búin að vera að gera og við það bara það sem ég vil sjá bara fólk hafi meira val fólk sé meira meðvitað og við erum að lána á dýnur þannig að fólk getur bara farið ekki dýna lánaði heim og sofið sér nætur og upplifa bara nákvæmlega svefnin og tekið síðan alveg meðvita ákvörðun það hvað á að kaupa sér og við erum í raun og veru þarna ákvaði ég í staðan fyrir að reyna að lemja hausnum í vegginn að reyna að tala við RÚV og eftirlitsaðila og jafnvel söluaðila líka þá hugsaði ég bara á einhverjum punkti nú verði ég bara að fara að flytja inn svefnvöru sem að breytir ástandinu og vonandi fylgja fleiri á eftir og vera breytingin ég nenni ekki að fara að standa í því að reyna að tjónka við vísindarsamfélagið og eftir sem maður kynnist í betur hvernig það virkar allt saman þá var þetta bara langbesta leiðin að bjóða fólki bara upp á möguleikann og allt gerist bara mjög hratt og við erum ekki að bíða í 10, 20, 30 ára eftir einhverjum rannsóknum sko, það er bara núna sem þetta er að gerast. En reynslan hlýtur nú að hafa eitthvað vægi, ég meina, og reynslu sögur fólks. Já, það er nefnilega máli og það er það sem ég segi sko, við Íslendingar höfum lifað á þessu skeri, á sögum, við höfum alltaf verið að segja hvort það eru sögur, reynslusögur, góðasögur, slæmasögur. Og það er náttúrulega búið að halda í okkur lífinu líka ullin er búin að halda í okkur lífinu líka í gegnum aldir síðan allt í henni eru vísindin komin hérna, þau eru bara svona alveg í restina hérna, hvað eru þau gömul bara sprungun í það er eiginlega kannski ekkert komin almennilega reynsla á þau ég veit það ekki hvað maður að segja en hérna þannig að við verðum og ég segi fólk, treystið því sem að ykkar vinir og fjölskyldur er að segja og hérna farið eftir því ekki endilega að treysta mér ég meina prófið bara sjálf og verið meðvituð það hvernig einhver líður og verið meðvituð að svefnvaran geti verið skaðvaldurinn í lífinu sko. Já, og geti verið að drepa þig og hvað veit maður eins og þú varst að segja þann hérna sko eða hérna vorum að tala áðan held ég að það er ekki allir sem finna þessi áhrif að þeir verði svona þreyttir eða bólgur mögulega það er þekkt þarna krabbameinsefni líka í einhverjum dýnum og hérna
mögulega getur fólk bara þróa með sér krabbamein eða reynilega bara dáið langt fyrir eðlan aldur út af þessum efnum. Ég veit ekkert það sko, en það möguleiki líka. Og svo erum við líka ég er búin að tala fullt af fólki sem að fannst ekkert vera að skipti, prófa svo aftur á svampefnum og þá fann það munin sko. Þannig að það alls konar í gangi. Það fólk sem með einkenni, fólk sem með slæma svefn, yfir í fólk sem alveg bara veikt. Og svo spilar myglan inn í þetta líka. Þannig að, og alls konar auka dót sko. Þannig að en þetta finnst mér vera gífurleg uppgötvun og ég var í sjokki fyrst, nú er ég orðið rólegri og ég vil segja það enn og aftur að það eru eftirlitsaðilar á Íslandi sem eiga að taka boltan og hjálpa fólki. Ég er búinn að leggja mikið af mörkum, ég er búinn að vera í 200% vinnu í 5 ár. Við að reyna að koma þessu áfram og það er gífurleg mótstaða hjá þeim sem eiga að bregðast við og það er mjög alvarlegt fyrir okkur fólkið, venjulega manneskjur, að við þurfum að standa í svona málum eins og ég í raun og veru að leggja allt mitt í sölunar. Í byrjun var ég að leggja orðspor mitt að veði, ég er að vinna sem rafmagnsverkjameistari og þegar ég vissi lítið þá var ég að fara svolítið blint í sjón og ég lagði allt í sölunar og það á ekkert að þurfa að vera þannig að venjulegur einstaklingur í að þurfa að leggja allt í sölunar. Nei, svona er það bara oft sko. Já, það er bara þannig. Já. En eins og ég segi, en þá kastaði ég boltanum núna yfir á landlækni. Það er hér með gert. Sem á að gera þetta. Sjáum hverju það skilar. Þarna Vilmundur Möller Sigurðsson, það er búið að vera mjög fræðandi að hlusta þetta á því. Og þarna verulega áhugavert. Ætlar eitthvað að fara að skoða þetta heim með þér, Davíð? Já, það getur vel verið. Ég ætla alltaf að ég sé svo í garðinum í kvöld bara. út á túni? Já, út á túni. Já, mér finnst þetta svakalegt sko. Þetta er rosalegt. Já. Þetta er svo rosalegt að maður grípur þetta ekki alveg svona 1, 2, 3 sko. Nei, því þetta er eitthvað svo þetta er svo nálægt manni sko. Já. Og maður er einhvern veginn þetta er svo maður trúir þessu alltaf. Þetta er bara svona eins og ofbeldi. Þú veist, sem betur fyrir hef ég nú ekki lent í neinu alvarlegu ofbeldi sjálfur. En ég er með að við sögur og svona, þá er það bara þannig að maður beittur ofbeldi og maður einhvern veginn bara meðtekur það ekki strax kannski, sérstaklega ef það er svona langvarandi kannski heimilisofbeldi. Já. Að maður einhvern veginn vinnur sig ekki út úr ástandinu strax, maður einhvern veginn fer í svona einhvern blekkingaleg sko, mögulega. Afneitun. Og það er bara einhvern veginn, heilin í manni bara einhvern veginn getur ekki bara brugðist við unnið úr þessu. Já, einmitt. Já, það er bara lygin er svo stór. Já. Heyrðu, já, þetta er rosalegt. Ég sko, áður en við leysum þið út með gjöfum ætla ég að lesa þetta nokkur orð frá sponsorum. Sponsor. Og það er sem sagt kombucha sem hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna og það má segja að þar hefjist einmitt taugakerfið. Það má einnig segja að þarmaflóran hýsi ónæmiskerfið. Ef það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. Og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Flottahúsið elskar kombucha. Heldur betur. Ég sé alltaf kombucha, þetta er kombucha. Þetta er kombucha. Já, mitt. Kombucha. Herru, svo er það Ozon EHF, altså Flottahúsið sponsaða af Ozon EHF sem rekur Hemp Living og Gott CBD. Hemp Living er með verslun í Urriðaholtsstræti 24 í Garðabæ. þar sem þú finnur mesta úrval á CBD-vörum á Íslandi. Einmitt heilrænar, lífrænar vörur frá evrópskum hamframleiðendum. Gott CBD er gæðastimpill á vörum sem þú finnur í apótekum, Fjarðarkaup, Hagkaup og víðar. Og við erum með, já, það er nóga rannsóknum þar. Og við erum með afsláttakóða sem er þvottahúsi sem gefur 15% afslátt. Og við ætlum hérna sem sagt að leysa þið út hérna með gjöfum. Það er sem sagt hérna
Það er leiðilegt að skuli vera laus við allir þessi útbrot því annars hefði þetta krem verið mjög gott. Það er einföld lausn því. Já. Það er bara aftur í svar. Og þetta er sem bara full spektrum krem sem er gott við alls konar kláða og útbrotum og bruna og svona vesinn. Og svo ertu með hérna Basic 5% CBD-olíu sem er sem sagt í hemp seed oil sem er stútfull af omega 3, 6 og 9. Og CBD er vísindalega sanna, það fer inn í líkamann, styður við taugakerfið og hirðir þær litlu bólgur sem eftir eru sögum þess að þú sefur á svona heilrænri dínu. En þarna bara enn og aftur. Já, enn og aftur. Vilmundur Möller Sigurðsson, gaman að fá þig. Takk fyrir okkur. Takk hella fyrir mig. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.